Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að halda okkur á menningarlegum nótum og tala aðeins Í hofi og heim sem tónleikaröð sem fer fram í Hofi á Akureyri en líka í netheimum. Og hingað til mín eru komnar þær Indíana Ásar Hreinsdóttir, markaðsstjóri Menningarfélagsins og Eik Haraldsdóttir, söngkona. Verið hjartanlega velkomnar báðar tvær. Takk heilega fyrir. Þessi tónleikaröð fór á stað núna í desember, voru tvennir tónleikar, annars vegar Þórhildur Örvars og Alexander Edelstein og svo voru það náttúrulega þau riðu á vaði Stefán Elí og Magni, var það ekki? Og núna komið að ykkur, Eik, þér og Friðrik Ómar. Já, við ætlum bara að halda boltanum gangandi og taka svona fallega og skemmtilega tónleika 14. Og þeir verða á netinu í streymi en líka í Hofi, eins og nafnið gefur til kynna. Og þeir sem vilja horfa heiman frá geta bara nálgast streymið inn á mag.is. Og hvernig veljið þið efnisskrána fyrir svona tónleika? Þegar svona ung og efnileg söngkona eins og þú og reynslubolti eins og Friðrik komið saman, ekkert vandamál að sammælast lög? Nei, þetta nú ekki eins krefjandi ég var að búast við, en ég ætla ekki að gefa neitt upp, sko, þetta allt leyndarmál. Já, má ekki segja hvað kemur fram, sko, en fólk má búast við mjög skemmtilegu efni. Það allt mjög hresst og skemmtilegt og mjög bara fallegt. Frábært, spennandi. Og svo eru einu tónleikar í viðbóti í röðinni, sem þá viku seinna. Þessir eru 14. Og svo þá 20. og 1. ekki satt. Já, og þá var það Andrea Gylfa og Einar Óli. Einar Óli, já. En kannski bara svona tilurð þessa. Já. Þá, eins og bara allstaðar, þá hefur lítið verið að gera í Hofi. Þetta hús sem vanalega líf og fjör í allan desember með jólatónleikum og skólatónleikum. Þannig að við ákveðum að prófa eitthvað nýtt og fengum þessa frábæri hugmynd að tengja saman svona unga hæfileikaríka listamenn við eldra og reyndra fólk og svo náttúrulega streyma beint og við hleypum að þeim sem alltaf upp á þeim mörkum sem má hverju sinni. Já, og það reyndar betra núna en í byrjun, það eru 50 sem mega vera í hverju hólfi á tónleikum og í leikhúsi eins og staðan núna. Það þarf bara náttúrulega að spila eftir eyranu. Já, hverju sinni. Já. Og þetta var allt gert, okkur tókst að gera þetta með styrk frá Menningarsjóði Akureyrarbæjar. Já, akkúrat. Þannig að það gaman að fá smá líf og fjör í Hof aftur. Já, ég trúi því eftir, eins og segið, hús sem venjulega iðar af lífi og hefur munað sinn fífilfegur út af þessum faraldri sem vonandi sér fyrir endan á núna. Það var vonandi, sko. Já. Og þetta náðir þú að fylgjast með tónleikunum í desember? Já, það var mjög skemmtilegt. Þetta eru mjög, maður ekki alveg að búast við því að svona skemmtilegt fólk myndi syngja saman. Nei. Og mjög skemmtilegt að fá að syngja með Friðrik Ómar. Já. Og það eru mjög alltaf mjög gaman að fá loksins að horfa á tónleika, svona live. Já, maður finnur að maður hefur saknað svona þessara afþreyinga. Já. Að komast á tónleika, komast í leikhús og þessara hluta. Við finnum hvað þetta mikilvægur partur af lífinu okkar og náttúrulega ómetanlegt að fyrir þá sem að treysta sér ekki út líka en þá að geta fylgst með þessu þá heimana frá sér. Já, og það einhvern veginn bara, þetta ástand hefur kennt okkur að það mögulegt. Svona streymi og þetta Zoom og allt það. Við munum eflaust nota það áfram, þótt að sé alltaf skemmtilegra að mæta á svæðið og sjá þetta live. Já, heldur betur, sko. Og hvað annað á döfinni eins og hjá Menningarfélaginu? Í kvöld nú frumsýning á Gamanleiknum fullorðin. Jú, við könnumst við það. Þú kannast eitthvað við það, já. Einmitt. Og svo voru sýningar á fullorðin næstu helgar. Þetta gamanleikur, sprenglægilegt. Já, hvað það ömurlegt að verða fullorðin. Hann eitthvað sem allir tengja við, held ég. Já, og eitthvað bara, að hlæja eitthvað sem við þurfum virkilega að gera núna. Já, það setur svolítið tóninn fyrir 2021, vil ég meina. Já, vonandi. Og svo eru þið farin að æfa Benedikt Búálf. Já. Allar stjórnundar fyrir Benedikt Búálf eru mættar og fyrsti samnestu búinn og þetta bara frábær hópur. Þarna erum við að tala að Björgvin Frans mættur aftur og Króli, rapparinn, Vala Guðna og Birna Péturs og Hjalti, Hjalti. Hjalti og Árni Beinteinn náttúrulega leika. Árni Beinteinn aðal, Benedikt. Og Dísa og allir. Já, og Þórdís, hún Díti mannabarn. Já. Þannig að þetta ótrúlega flottur hópur og gaman að sjá þennan stóra söngleik. Og bara vonandi getum við frumsýnt í
í mars. Já, við bindum allar vonir við það og Eik, þú ert náttúrulega líka í alls konar verkefnum, það nóg að gera, ekki satt, hjá ykkur í LMA. Hvað á döfinni? Jú, við erum að setja upp frumsaminn söngleik eftir leikstjórinn okkar Aron Martin og það frumsýning 19. mars og söngleikurinn byggður á tónlist 200 naglbíta. Einmitt. Og við sýnum akkurat í Hofi. Já. Þannig að það tenging þar líka. Já. Þannig að sko, það heldur betur að lifna yfir bæði í Hofi og í samkomuhúsinu. Það verður líf og fjör næstu vikur og mánuði. Já. Og það verður nú sannarlega þakklátt eftir þessa láteið sem hefur verið yfir öllu bara út af augljósum ástæðum. Þannig að þetta ótrúlega spennandi og það náttúrulega bara má segja að þið ríðið og vaðið í næstu viku með tónleikunum ykkar, ekki satt? Jú, getum sagt það, jú. Já, þann 14. og þeir eru klukkan 8. Já. Og beinastreymi bara auðvelt að finna það á mag.is. Inn á mag.is, já. Og fyrir þá sem ef það verða lausir miðar til þess að vera í persónu, það þá líka bara inn á mag.is sem fólk finnur upplýsingar það. Það þarf að, þó að það sé ókeypis inn, þá þarf að tryggja sér miða. Tryggja sér miða, já, akkurat. Þannig að frábært. Þetta aldeilis jákvæðar fréttir svona í upphafi árs. Ég hlakka mikið til þess að fylgjast með tónleikunum og svona þetta að sýna fullorðin og sjá Benna og þetta auðvitað bara magnað. Þetta setur tóninn fyrir árið. Já, algjörlega. Bara takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Takk fyrir sömuleiðis.